Sölvi, gaman að sjá þig. Sömuleiðis. Og þú lítur vel út. Við erum að taka það fram. Þú ert sólbakaður og sællegur. Þetta ekki nýkoman frá Afríku eða? Jú, það núna eiginlega bara slett vika síðan ég kom, 8 dagar. Það hefur komið fram í fjölmiðlum og víðar að þú ert búin að finna ástina í tansanískri prinsessu. Það er svoleiðis. Það er svoleiðis. Og nú var hún að lenda í gær. Já, hérna í Íslandi. Við erum á fyrradag. Já. Hún var að lenda. Okay. Og nú getum við vonandi fara í það prógram að þurfi ekki verið að sækjum þessi vísa endalaust. Já, veitu hvernig virka það? Þú ert að fá leyfi frá útlendinga eftirlitinu eða eitthvað svona þegar... ég hef þurft að býta mikið í tungunum eftir að hafa kynst kerfinni gegnum hana í þessum útlendingamálum. Að því sama tíma og það einhverjir kúraníjar stingandi fólk og fá dvalarleyfi og alls konar dót eftir að þeir eru búin að vera fremja glæpi, að þá heiðarlegt og gott fólk eins og hún með fullkomna ferilskrá, háskólamenntun, allt klárt. Það er bara það að fara í gegnum kerfið til þess að fá kominga sem túristi. Það er bara, þetta er alveg galið. Þetta er alveg galið. Kúrani, að bara, að því að við erum búin að sjá svo margsinnis einhverjum börnum og fjölskyldufólki vísa frá og svona, að þá er samt margdæmdur glæpamaður sem leikur lausum hala bara, hann fær bara frítt spil. Við bara hljótum að geta gert þetta einhvern veginn betur. Já. Það bara hlýtur að vera, Og þessi affæra öll meðan Helga Magnús var að ríkissaksóknara. Ég finn nú svolítið til með honum. Hann er að tjá sig persónulegar hótanir, eða hans skarð og fjölskyldu sem er, tengt vinnun hans, en þetta er samt svona bara það sem að snýra á honum í frítíma og hann hlýtur með að tjá sig alvarlegar hótanir sem hann fær. Nei, mér finnst í versta falli væri hægt að segja við hann, tjáði aðeins varlegar þegar þú ert að tjáði opinberlega, en einhvern veginn að fara að tala með hann eða að fara að missa vinnu. Akkurat. Galið. Missa starfi, það er bara svart. Og mér fannst það því ég var úti þegar ég var að horfa á alla þessu umræðu. Það sem mér skrýtnast var, nú hef ég prófað að vera pínu í þessum sporum. Ég hef verið að gera fréttaskýringa þetta undirheiman og verið með hættulega menn að hóta mér. Já. Og mér finnst einhvern veginn öll þessu umræða einkennast af svo rosalegum vanskilningi á því hvað það er að vera með svona hættulega manna banku upp á heimi á sér. Sama fólki og vill að hann segja af sér, það væri í fóstrustellingunni eða það hefði verið í hans sporum. Klárlega, einmitt. Þetta er ekkert grín. Nei. Og það að hann kannski verði eitthvað pínu tilfinningalegur, mér finnst það bara rosa mannlegt. Já. Og það er ekkert komið fram, hann tekur fram að hann hafi engan stuðning fengið frá sínum vinnuveitenda eða ríkissaksóknara og ég veit ekki hvort að honum hafi þá bara ekkert verið boðin til dæmis svona neyðarhnappur. Ég man eftir þegar við, ég og Máni lentum einhvern tímann í einhverjum stolker sem var með hótanir og ásækja, að þá sá fyrirtækið sem var þá 365 bara að bjóða okkur neyðarhnapp bara frá Securitas og eitthvað svona. Ég mani Jóhannes Káar var með svona þegar hann var með Kompos. Já, einmitt. Þá fekk hann svona neyðarhnapp. Já. Og en maður hefur ekki heyrt að Helga Magnúsi hafi verið boðin eitt slíkt, ég veit það samt ekki. Ég held ekki, Mér finnst þess að það hafi komið fram í einhverju, ég hlustaði á hann einhvers staðar á Bylgjunni eða eitthvað að hann hafi ekki fengið neitt. Já, einmitt. Og svo stendur hann fram fyrir því núna bara að vera, hugsanlega að missa starfið sitt út af þessu. Þetta er náttúrulega bara, þetta er ekki bóðulegt. Þetta er galið, En það er einmitt, svolítið skrítið að fólk sem að er brjálað yfir tjáningu hans, að það sé samt ekki á bremsunni að segja, hann þarf kannski ekki að missa vinnuna. Það er bara, það er fólk sem vill að missi starfið, Það er þessi heift. Það er einhvern veginn, það er þessi heift og þessi svona einhvern veginn, þessi rosalega svarthvíta einmitt, ef við myndum alltaf fara inn í þessu umræðu og segjum sem svo að við varum kannski bara ósammála. Þú myndir vera á því að hann hefði ekki átt að tjá sig svona óvarlega sem maður í þessu embætti, sem er alveg valið punktur, en ég væri á því hann mætti það. Þá getur þú samt sagt, en í ljósi aðstæðanna skil ég kannski hann hafi gert það, þannig að svona, eins og ég sagði í byrjun, í versta falli væri kannski ekkert að segja við hann, þú verður að fara varlega, en ég að fara að missa strax vinn, ég finnst það bara galið. Og það er, þetta snýst að réttindi hælisleitandans
og að það sé ekki svona talað hann af opinberum aðila eða og hælisleitenda sko hópsins í heild, þú veist, það er það sko kássast upp á réttindi Helga Magnúsar eða þú veist, persónunar sem að verður fyrir hótunum maður getur, þú veist, mega tjásu það sko, við erum að sjá þetta í mörgum tilfellum að það er svona ný réttindi sem að trompa gömur klassísk réttindi tjáningafrelsi og friðhelgi einkalífs og svo framvegis. Svo það kannski líka bara, ég veit ekki, fjölmiðlamaðurinn í mér eða bara mér leiðist svona einhvern veginn ládeyða í samfélaginu þar sem fólk má ekki tjá sig að ég persónlega, það er bara mín persónlega skoðun en ég get alveg skilið það ef einhver ekki alveg sammála mér, að mér finnst að fólk í opinberum stöðum eigi alveg að mega tjá sig og ég ekki hrifin að við búum til einhvern veginn þannig stemningu að allir sem eru komnir í einhverju embætti eigi að vera alveg múlbundnir, að því ég held að sé ákveðið svona svo í sletti valjú í því í samræðunum. Já, stundum er þetta fólk með vitneskju sem að við erum bara ekki með og það getur alveg verið mikilvægt innleggin í umræðina. Já, alveg klálega, eins og hann lýsti þessu sjálfur í viðtal og sprengisendi, þú veist að hann með ákveðna þekking á þessu og er að lýsa með hvaða hætti samfélagið okkar örlítið breytt frá því sem áður var og það sé veruleiki sem að vert sé að halda til haga. Einmitt. Og við veist þetta allt mjög valið hjá honum og nú er bara að sjá hvort að dómsmálaráðherra, hún er væntanlega fyrst hún tekur sér svona langan tíma þá er hún að skoða hvort að það verði henni geti orðið henni sko refsivert að rekan, af því að þá virðist hún reynilega vera að tala að hugsa að leysa hann frá störfum. Annars varum við bara strax segja nei, hann verður ekki leystur frá störfum, en hún er greinilega að kanna þessa möguleika sem að ég finnst lélegt. Já, sem er aftur líka svona nú þekki ég svo sem ekki persónulega dómsmálaráðherra og ég hef aldrei tekið viðtölu við hann eða svoleiðis, en ég samt ætla að gefa mér að hennar persónulega skoðun sé svo að það er ekki að lesa frá störfum. Þá finnst mér einhvern veginn að ég vil búa í samfélagi þar sem að fólk er heiðalegt með það, að ef að það er hennar skoðun, að þá komum bara strax fram og segi, það er svoleiðis. Já, við viljum að fólk segi hugsinn. Já, þetta er svo leiðilegt hvað þetta er allt orðið taktíst og eins og þú segir þetta er að kanna hvort ég megi gera þetta og auðvitað skilum að þú ert í einhverju svona háum embættum, sko, en hvernig einhvern veginn kerfið er farið að múlbinda fólk. Já, og bæði kerfið og síðan einhver svona almanna rómur eða, þú veist, hún er að hugsa eitthvað svona álit. Ég held reyndar í þessu tiltekna tilviki sé sko slags síðan af sko, ég held að sé meiri hluti almennings sem er svona innan gæsalappa í liði með honum. Já, en það er þessi svona háværi minnihluti sem að fólk óttast ennþá og Guðrún er pottitt að eitthvað svona að vega og meta það, taka tillit til þess. Þessi svo má ekki gleyma því það sko voru aðeinar að tjá sig opinberlega þetta mál, lögfræðingar og aðrir. Sko, hvað er stór hluta þessum 26 milljörðum sem fari í þennan málaflokk á Íslandi sem að enda sem laun til íslenskra lögfræðinga? Mér finnst fjölmiðlar mætti alveg varpa því upp að það eru ákveðnir aðilar sem hafa hag af því að umræðan sé á ákveðin við að þetta er orðin ákveðin iðnaður. Já, þetta er hagsmunir iðnaðarins sem að er orðin úr þessu. Og þá kemur þessi spurning, sko, er peningum okkar, ef við erum að reyna ef í grunninn snýst þetta að hjálpa okkar minnstu bræðrum og systrum út í heimi, er þeim peningum rétt varið að þeir fari í laun til íslenskra lögfræðinga? Einmitt. Bara spurning, sko. Það lítur ekki þannig út og ég reynda tók eftir ég er bara búin að sjá fyrstu 20 mínútunar af viðtaliðinu við Bjarna Ben, sko, og þeir komið aðeins inn á, þú ert að lýsa þeirri skoðuna að það hljóta að vera miklu svona effektífara að nota alla þessa peninga sem að, þú veist, sem í krónum talið eru, þú veist, miklir peningar en værum ennþá meiri peningar ef þeim er varið á, sko, upprunastæðunum þar sem að neyðin er. Einmitt. Það er svo ótrúlega valið punktur og ég líka því að ég sá hefur séð ég sá þetta á X eða Twitter og þá er einhver svona tölfræðingur eða eitthvað sem er með fyrirlestur og hann er að lýsa sko immigration fólksflutningum
veröldinni með svona tyggjokúlum og þetta rosalega gott og hann að benda mjög valid af því að við erum bara samanlagt, Evrópa og Bandaríkin eða þessi vestræni heimur eitthvað svona 1 milljarður íbúa og þá eru 7 milljarðar eftir give or take, sem eru eða sem að kalla einu svona þriðja heims, fyrir utan eitthvað svona Ástralía og ef við tökum Ástralíu með inn í vestræna heiminn, að þá segir þessi sjálft að við erum að taka milljón og milljón, eitthvað til Þýskalands eða Bandaríkjana eða eitthvað og á sama tíma þá fjölgar þeim heima fyrir enn meir, þannig að það og þetta álag á kerfin, í hérna vestræna heimi og gerir lífsgæði lakari fyrir þá sem þar eru fyrir skattgreiðendur að mér finnst það bara svona hrópandi einhvern veginn að forgangsverkefni ætti að vera ef en vestræni heimur vil gera eitthvað fyrir þetta fólk að hjálpa þeim að setja upp sín kerfi þannig að lífsgæði aukist á þeim stöðum. Algjörlega og ég með mitt svona því ég er svo ný komin frá Tansaníu og nú þetta svona eitthvað sem kannski viðkvæmt að ég segja því ég hvítur miðaldra kallmaður en kærasta mín segir þetta bara fullum fötum og hún frá Tansaníu og hún svört og hún ung kona að þegar að ég einhvern veginn að því maður alinn þannig upp að maður vill hjálpa fólki, maður alinn þannig upp að og ég persónlega ef ég ég ferðast til 60 landa ef ég sé fólk sem bettland á götunni þá svona grunn tilhneigingi mín bara ég aflögu fær að ég gef fólki oft pening og allt þetta en það ekki gott til dæmis þegar krakkarnir þarna þegar ég ætla að vera góður og einhvern veginn ég gefið mig, hún var flott farin að banna og þau sagði bara það ekki gott fyrir þess að krakka að þau læri að alltaf þegar það hvítur maður þá ég að lappa upp á honum og segja þú sett svangur eða svöng og gera út á samviskunans, það að kenna þér að það sé leiðin þín, það að kenna þér undirgefni og það ekki að kenna þér, þannig að hún var svolítið svona, það til eitthvað sem heitir tough love og við þetta þunn lína, en hún var þetta að segja bara, við sem erum hérðan, okkur finnst bara ekki gott að sjá krakka vera að læra það og skilir það sig í þessa hegðun og þá ég ekki að gera lítið úr því ef það raunverulega eru börnarnar sem raunverulega eru svöng og raunverulega hafa ekki að borða, auðvitað vill maður þá gefa þeim að borða og gefa þeim pening, en mér svona einhvern veginn, allar þessar umræður einkennar svo mikið af einhverju svona svarthvítur nú, og þá spyr ég með þeir sem hafa hæst í þessar umræðu í Íslandi, hversu mikið hafa þeir farið heiminn þegar maður í borgum eins og Kaíró 20 milljón manna risaborg, þá fattaru jafn mikið og ég myndi vilja, ég get ekki lagað öll vandamál heimsins, það svo mikið af fólki í heiminum þannig að þá alltaf þessi fyrsta spurning, hvað get ég gert til að vera allavega að reyna að laga nær umhverfið mitt og síðan spyrja mig, og þá þessi svona praktíska spurning, hvar verði þessi peningar að mestu liði? Verða þeir að mestu liði með því að þeir farið einhverju leiti í kerfið hér, félagsfræðinga, lögfræðinga og ég persónulega efast mjög það. Ég held að þetta sé mitt tilefni til gaggerar endurskoðunar á öllu þessum Já, því svo sama skapa maður eins og að því ég svo mikið að reyna að æfa mig alltaf í þessari polariseringu að vera í hvorugu liðinu og láta ekki algoritmana, þannig að þegar ég sé Egil Helgason póstum daginn eitthvað vinafólk hans frá Venezuela sem hafa komið og eigi núna vísa þeim úr landi og þau eru búin að sína fram á að þau bara vilja allt fyrir alla gera gott fólk, þá ekki að vísa fólki úr landi skilur, getur ekki gert þetta eitthvað nefn betur Ég búin að taka marga monológa þetta fólk frá Venezuela af því að það þau kemur þeim hinga á þeim forsendum að það grænt ljós fyrir þess að þú átt að fá bara alþjóðlega vernd ef þú ert frá Venezuela eins og bara með fólki frá Úkraínu og síðan kemur þetta fólk hinga sem að ekki það ég þekki það persónulega en maður ímynda sér bara harðdulegt fólk og sér tilbúið til þess að bretta upp ermar og bara eignast betra líf og flýja þessar hörmungar sósíalismans og en þá ákvörðuninni snúið við þegar allt þetta fólk búið að flytjast búferlum með allt sitt og krakkarnir, þetta alltaf sama sagan aftur þegar bara krakkar búin að vera nokkra mánuði í einhverju skóla og kynnast öðrum krökkum, það ótrúlega nasti að rífa það upp og það eiginlega tveir vinklar, bæði þetta náttúrulega bara mjög ómannúðlegt og mannfjandsamlegt en síðan líka kannski þetta fólk akkurat komið á þann punkt að hreinlega fjárhagslega vera að gera Íslandi gagn Já, algjörlega þeir eru búin að koma búin að aðlagast
tilbúin að vinna, byrjuð að vinna, við þurfum vinnandi hendur hérna, sko. Og mér finnst það skipta máli, veistu, og hérna kemur bara upp, hérna, ég kalla það sko hægri öfgamaður og rasisti fyrir þetta, hérna, en það sko, það eru merkir menn sem að hafa bent á þetta og hérna, og ég var að horfa til dæmis bara í morgun okkar að klippu með Richard Dawkins sem að sko, hérna, tæti sundur sko rökinum það sem að er talað islamafóbíu að hérna það má ekki gagnrýna íslam en íslam allt önnur menning heldur en til dæmis kaþólskir Venesúela búar, þú veist, og það ef það ætlar að vera alveg raunsær að hérna, að ég ekki að segja að múslimar get ekki aðlagast á Íslandi og svona en hérna, ef að múslimar kjósa ekki aðlagast og halda bara áfram sínum siðum og vera bara tveir eða margir siðir í einu landi þá fer það ekkit rosalega vel saman þessi íslamski siður sem og þá ég aðalega að hugsa kvenréttindin sem eru fótum tróðin í þeim sið að hérna, það fungerar ekki vel við jafnréttis samfélagi sem við höfum byggt og viljum byggja og þess vegna finnst mér svona að lúta aðeins öðrum lögmálum þegar við erum að tala bara hreinlega kaþólska Venesúela búa, þú veist. Já, þetta er svona aftur, þetta er viðkvæm umræðin, þá aftur sko talandi, minnst þess að ég sé að setja maður háan hest, ég hef ferðast mikið múslimaheimin, ég hef verið í Ísrael og Líbanon og Tansaníun og Zanzibar eru 98% múslimar og ég hef verið í Marokkó, ég hef verið í Túnis og fleiri stöðum þar sem sko hérna Dubai og bara mjög við og ég persónulega hef frábæra reynslu af múslimum og ég hef frábæra reynslu af þessum menningarheimi óbóðslega gestrisni en ég man einu sinni ég svona einhvern veginn að rökræða þess við mömmu mína ég að segja og ég fann svona mótþróan í henni og þá allt í hennu kviknar þetta ljós ég ekki kona ég myndi kannski sjá þetta bara með allt öðrum augum ef ég væri kona það stóra máli og líka að ef það lítill hópur af ungum múslimskum karlmönnum sem eru bara dálítið radikal og að valda mjög mjög vandræðum þá verður að vera hægt að tala það þess að maður sé einhver múslimafóbi sko. Þetta að enga veginn komið á þann stað hér á Íslandi en það sem að eru sko stórir hópar múslima eða heilu samfélögin eins og í Bretlandi eða Svíþjóð og svona það blandast ekki heldur eru bara stórir bæir hreinlega sem eru bara áttir að meira hlutin múslimar að þá fer að koma svona þessi þeir halda sig við sitt og það er Múhameð og Sharia-lögin og allt þetta og þeir líta svo á það er ofar þessum landslögum hér í Bretlandi eða það sem þeir eru sko þetta er auðvitað problematist, það segir sér sjálft Það er náttúrulega bara grunnatriði finnst mér ef ég að fara í eitthvað land þá get ég ekki allast þess að landið lægist að mér ég verða aðlagast ef ég að kjósa að byrja nýtt líf í landi þá get ég ekki allast þess að landið aðlægist að mér En ef það fæður sko 1000 sölvar til einhvers lands, 1000 saman sko þá væru þeir meira svona nú skulum þið bara gera svo en ég að segja, mér finnst það inn í allir þessar umræðu að ef við ætlum að vera duglega að bjóða fólkinga og allt þetta þá finnst mér samt algjörlega eðlileg krafa að fólk sé tilbúið að aðlagast okkar menningu og okkar sögu það er bara eðlilegu hluti ef þú kýst að fara eitthvað og þá myndir fólk náttúrulega segja að fólk að kominga í neyð en það er alveg sama sko, þú verður einhvern nátt að vera tilbúin að aðlagast landinu sem þú ert að flytja í sko. Og það er hreinlega sko, er alveg réttlætanlegt að tala að það þyrfti kannski bara svona sérstaklega að upplýsa þá sem að koma úr svona allt annari menningu að þeir séu upplýstir það að sko, jú vissulega hjá ykkur hefur konan aðra stöðu heldur en hér en sko það er mjög mikilvægt hér á Íslandi að konan hafi þá stöðu sem að við tölum jafnrétti og svona og það er ekki hægt að beygja eitthvað frá því sko, og þið verðið að kaupa það ef þið ætlaði að vera hérna þá er það bara eitt svona aðalatriði sem þið verðið að gangast undir Algjörlega, en mér erst áhugavert að því þú nefndir viðtalið sem ég var að setja út við Bjarna Ben að þar talar hann því að nú ég talsvert langt frá því að vera eitthvað svona það er náttúrulega hlægilegt hvernig er búið til þetta öfga hægri manna hugtaki yfir allar sem en þú veist á þessum pól að vera sko segjum svona öðrum pólunum séu vókararnir dálítið og hinum ekkert sér svolítið svona konservativismi íhaldsemi, ég held að þú sért jafnvel aðeins lengur. Þessi þáttur er áskriftaþáttur. Inni á sölvitryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.